en þá til Akureyrar í fyrstu umferð Íslandsmótsins. Í fyrra sigraði Einar Gunnlaugsson í fyrstu keppninni. Kemur nokkuð annað til greina hér en sigur? Nei, ekkert annað. Og hvernig á að fara að því? Já, sennilega bara eins og í fyrra. Reyna að gera skynsemi. Þú þarft að vinna fyrstu þraut til þess að eiga möguleika, er það ekki rétt hjá mér? Ég býst við því. Hvað ætlar að gera í fyrstu þraut? Nú er þetta mjög bratt upp úr fyrstu holunni. Já, þetta er bratt upp úr en það ráðist ekki bara þegar ég byrja ekki fyrstur og maður sér svona hvernig hinnir fara á stað. Til að tekna að þú byrjar ekki fyrstur í fyrstu þraut? Jó, í fyrstu þraut allavega. Eru menn hræddir að bílarnir fara aftur fyrir sig þar? Já, sumir, aðrir ekki. Eru þið allir svolítið hræddir? Það er alltaf smá. Svona innst inni? Nei, ekki svo. Meðal keppenda á Akureyri var bikarmeistarinn frá í fyrra, Þórir Sjött. Þeir sem fylgdust með motorsporti hér fyrir hálfum mánuði sáu að honum gekk illa í fyrstu keppninni og það hefur orðið áframhald á hrakkfallasögunni hjá honum síðustu 2 vikurnar og bifreiðin hefur aðeins brot af því afli sem hægt er að hafa fyrir þessa keppni þar sem að tölvan sem stýrir innspýtingunni bilaði. En fyrstur í fyrstu þraut var Reynir Sigurðsson á kjúklingnum. Reynir er kominn með nýja vél, gríðarlega öfluga. En vantar hér hestlumuninn, hann fær 140 stig, hann þurfti að fara þarna yfir, þrautin aðeins hálfnuð. Þá er það Finnur Aðalbjörnsson, Íslandsmeistari í vélstöðaakstri. Það Finnur gerir hér í torfærinni. Vel gert hjá honum. Hann fer þarna svolítið langt til vinstri og út fyrir dekk. Það kostar mörg stig að fara út fyrir dekkin. Heil 30 ef að dekkin fer undir miðjan bíl. En sé snert með innra hjóli. Sé að bílinn er nánast allur út fyrir braut. Þá missa menn 60 stig. En ef þeir snerta rétt svo ef þeir eru samt sem áður innan brautar þá fjúka 15 stig. 300 stig alls er hægt að fá hér eftir Finnur. Hann fær aðeins 185 af 300 mögulegum. 30 stig mist hann fyrir að bakka einu sinni og svo aftur 30 fyrir að bakka aftur. Plús það að snerta dekk, þá er það jaxlinn, tannlæknirinn frá Egilsstöðum. Gríðarlega öflugir hjólbarðar undir þessum bíl og hann grefur hér djúpa holu sem átti eftir að verða nokkrum keppendum skeinuhætt. Hér er Gísli G. Jónsson. Hann lendir með framhjólið ofan í holunni eftir jaxlinn og kemst ekki lengra að sinni. Fleiri keppendur festust í þessari holu. Það er óleyfilegt að laga til í braut. Hins vegar gerðist það seinna. Hér er Sigþór Halldórsson á bylgjunni. Hann lenti í öðru sæti í Íslandsmótinu í fyrra. Hann er einnig frá Egilsstöðum eins og Þórir Sjött. Hér kemur hann illa niður, brýtur afturdrifskaft, hægri framöxul, spindilkúlu og báða demparana aftan sem nánast hægt að segja að bíllinn sé ekki lengur í lagi. En hann lendir þarna ofan í holunni einnig og þegar var verið að bjarga honum í burtu þá er talið að menn hafi ýtt ofan í holurnar og Gísli G. Jónsson gerði athugasemd við það eftir keppnina, kærði reyndar þau úrslit sem lágu fyrir vegna þess að hann taldi að Einar Gunnlaugsson hefði grætt á þessu. Það má hins vegar sjá að Einar Gunnlaugsson fer örlítið lengra til vinstri en aðri keppendur, fer ekkert ofan í holuna margum tölu og kemst því lengra en aðri í þessari þraut. Það má bæta við að þó svo að þessi þraut hefði verið felld niður á þeim ef úrskurður kærunnar hefði verið sá að þrautin hefði verið felld niður þá hefði engu breytt röð efstu 3 manna í hreyfatorfærunni á laugardaginn var. Hér ákveður Einar sleppa því að bakka og fara heldur aðeins út fyrir dekkið, tapar þar færri stigum heldur en ef hann hefði bakkað einnig, hann fær 200 stig fyrir þessa þraut. Þetta er hlutur sem að ökumenn verða á veg og meta hverju sinni. Þá er það Gunnar Guðmundsson á Willys. Tiltölulega mjög lítið breyttur bíll miðað við grindurnar sem er að keppa í torfærunni í dag. En geysilega duglegur og ekki sakar að Gunnar hefur mikla reynslu. Benedikt Eiríksson á skelinni. Það munar ekkert um það.
sprautast vatn út af vatnskassanum. Ekkert hættulegt, það er þrýstingur á vatnskerfinu, hann fær aðeins 120 stig fyrir brautina. En hann tekur þetta með tilþrifum. Og það er aftur drifskaftið sem er málað í tveimur litum sem snýst þarna undir miðjum bíl. Ára Sigurður Axelsson. $120 stig fékk hann fyrir fyrstu þraut. Þá erum við komin í aðra þraut. Það er Finnur Adjásson. Hann var í öðru sæti eftir fyrstu þraut með 185 stig. Einar Gunnlaugsson leiddi með 200 stig. Hann þarf að fara hér til vinstri upp brattan kant og upp í hliðarhella. Hann krækir framhjólinu inn í hliðið. Hann fær nú ekki mörg stig fyrir þessa þraut. Aðeins annað framhjólið sem hangir inn í brautinni. Bæði afturhjólin eru fyrir utan þarna í upphafi brautar og svo er hann á leiðinni hér langt út úr braut en nær að klóra sér til hliðar fær 120 stig. 305 alls. Gísli G. Jónsson. Það að sjá hvað Gísli getur hér á kókumjólkinni. Taka hér ansi krappa beygju, bakka, má ekki bakka lengra en eina bílning, þá miðað við aftur föðra, síðan startu upp á og í einu rykk, nei. Það er alltaf spurning hraðan sem menn leggja af stað með í barðið. Sé hraðinn of mikill, þá fer bifreiðin aftur fyrir sig og ferðin verður ekki lengri. Sé hún of lítil, þá gerist þetta. Hann er búinn að bakka tvisvar, hann rétt hangir inni með framhjólinn í brautinni, hann ætti ekki að fá mjög mörg stig hér. Hann ætti að fá færri heldur en Finnur. Þó, hann fær 140 stig. Sennilega hefur Finnur verið lengra út úr. Einar Akureyringur, hann nær báðum framhjólunum inn fyrir. Já, þetta verða nú sennilega flest stig sem við séð hingað til. 175 stig og með 375. Og þá er það Gunnar. Munið, það má ekki bakka nema bíllengd. Hann er varla lagður af stað í þrautina og hér er hann kominn með framenda bifreiðarinnar aftur fyrir aftasta hlutan rétt áðan og hann er flaggaður út úr brautinni hér þrátt fyrir að hann sé kominn upp á barðið og fær 0 stig, hárréttur dómur hjá dómurunum. Sigurður, já, með bæði afturhjólinn í gegnum hliðið. Þó þarna er annað fyrir utan, það er ekki nema 15 stig sem fara þar. Það skiptir gríðarlega miklu máli að vera í réttum hliðum á réttum stað og klára. Aðeins 200 stig, en þó það hæsta sem við séum í dag. Brautin hefur breyst talsvert. Þegar að Reynir Sigurðsson kemur hér með síðustu keppendum í brautinni. Reynir á enn möguleika á 300 stigum. 225 stig fær hann, glæsilega gert hjá Reynir Sigurðssoni. Og Reynir Sigurðsson skýst upp í annað sætið fyrir þriðju þraut. Við erum komin í þriðju þraut, það er Gísli G. Jónsson sem er á ferðinni hér og fer alla leið, misti 15 stig fyrir að snerta dekk. Bara Sigþór Halldórsson á bylgjunni, 70 fékk hann í fyrstu þraut, 45 í annarri þraut. Það gengur allt á afturfótunum hjá honum. Það er 285, það er gert, komið 400 samtals. Þá er það Einar, forystusauðurinn Gunnlaugsson. Vandar sig mjög vel, fær 300 stig fullt hús fyrir þessa þraut. Þá er það Gunnar Guðmundsson, múrari. 155 í fyrstu þraut, 0 í annarri þraut eins og við sáum áðan. Tapar 30 stigum hér, 270 fær hann alls. Henrik Eiríksson á skilinni. Ærlega gert, ekkert dekka en þá. Já, 300 stig. Sigurður Axelsson. Nú er að fara nóga hátt, áður en að beygja til vinstri, nei. 15. Fyrst í 25 stig. Reynir Sigurðsson var í öðru sæti fyrir þessa þraut. Aðeins 10 stigum eftir Einari Gunnlaugssyni. Nei, æjæjæj. Það fóru 60 stig. Kjartan Kristinsson. Piggy.
fyrir alla leið, fær 270 stig og þá sjáum við stöðunni hér eftir 3 þrautir. Einar Gunnlaugsson efstur með 675, þá Reynir Sigurðsson 605 og Sigurður Axelsson í 3. sæti með 595 stig. Og við höldum áfram, komin í 3. síðustu þraut. Það er Einar Gunnlaugsson mikill hliðarhalli og mjög laust. Hann klórar sig áfram, innum vel hjá honum bleiki paradísinn, upp á mótbarðið. Þar sem allir héldu að hann væri stopp en fær 300 stig. Stórglæsilegt. Gunnar Guðmundsson á Willys. Hann er með miklu fíngerðari skóflur undir bílnum hjá sér heldur en Einar Gunnlaugsson. Hvert ætlar Gunnar, hann upp held ég. 225 stig. Þá er það Reynir Sigurðsson. Við sjáum það að Reynir er með dýnlítið öðruvísi dekk heldur en Einar Gunnlaugsson. Einar er með gróf dekk, grófmunstru dekk að aftan, miklu grófari heldur en skóflunar hjá Reyni og hér hjá Gísla. Það virðist hafa fleytt honum ansi langt meðan hann var laust hér. Mistum við Gísli mörg stig við að snerta þessi 2 hvítu dekk. Þetta fer alltaf leið. Þetta er á bratt 215 stig, komið 700 alls. Næst síðasta þraut, við erum að fylgjast hér með Haraldi Péturssyni. Hann fór fyrstur í þessa þraut. 2 börði inn í 1 neðst og annað á toppnum. 235 stig fær hann og 580 alls. Sigurður Axelsson. Sigurður var í 3. sæti fyrir þessa þraut. Toppar þarna í neðra barðinu. Féll 1 sæti. Reynir Sigurðsson. Það var nú fyrir braut hér og fer ekki lengra 65 stig. Það var Gísli G. Jónsson var í 3. síðasta sæti eftir fyrstu þraut. Hann hefur sótt í sig veðrið. Lokar hér yfir myndatökumann okkar. Og aftur hér. Menn verða að snúa sér undan. Fær 210 stig. Komið með 910 alls. Komin upp í 3. sæti. Já, þetta eru gríðarleg átök á bílinn. Öflugu vökvastýri þessi bíl hjá Gísla G. Jónssyni eins og hjá flestum öðrum keppendum í torfærinni. Sjáu þetta, hann klórar sig og klórar sig og klórar sig áfram. Það er alla leið hér í næst síðustu þrautinni. Það er síðasta þraut og hér er Einar Gunnlaugsson. 85 stig. Eitthvað dregur úr fyrir síðustu þrautinni sem er tímaþraut og hér er Sigþór Halldórsson nánast búinn að velta byrjuðinni þegar hann bjargar sér frá veltu en sigurvegari var að þessu sinni Einar Gunnlaugsson annað árið í röð og 3. árið í röð sem Akureyringur sigrar í fyrstu torfærukeppni ársins sem gildir til Íslandsmeistara en hún fer jafnan fram í Gryfjum í Glerárdal rétt fyrir ofan Akureyri. Hann fekk 290 stig í tímaþrautinni, var langsamlega hæstur þar og lauk keppni með 1350 stig. Svo sjáum á hér, í öðru sæti var Gísli G. Jónsson, hann náði sér þangað upp í síðustu þrautinni með 1166 stig og Sigurður Axelsson lenti í 3. sæti með 1003 stig.